Já, komið sæl. Hann hefur verið að halla sér í norðanátt í dag og við fengum skil hér upp að norðurströndinni. Gefið aðeins af sér rigningu þar, en hér sunnan til landinu hefur nú dagurum verið bjartur og til þess að gera hlýr og fór hiti hæst í rúm 19 stig á Suðurlandi. En þetta svona aðeins að breytast og fylgjast með lægð sem stödd hér bara rétt suðvestur af Færeyjum á hádegi í dag og hún á leið til norðvesturs og þegar hún að koma hér rétt austur af landi og norðaustur af landi þá skrúar hann sig niður og dýpkar ört og munur stjórna veðrinu okkar svona dálítið mikið á morgun sem á mánudaginn og valda til þess að gera leiðilegu veðri. Það verður allan hvasst og talsverð úrkoma á köflum frá þessari lægð. Og þessi lægð hún nú sætja sér hlýtt loft hér austur af Færeyjum og tekur það hér og keyrir með það hlýja loft inn í svona mun kaldara loftmassa hér norður af landinu. Það svona útskýrir þessa gerjun og við fáum svo sem lítið að njóta þessa hlýja lofts sem að fer hér norður Atlantshafið. En lítum hér aðeins nær á þróunina og við sjáum hér klukkan 18 og það var úrkoma víða norðan til á landinu, sérstaklega norðvestan til. Stöku skúri hér sunnanlands en að öðru leyti bjart veður og ef við keyrum síðan hreyfimyndina þá sjáum við að svona fram í nótt og fram til degi þá svo breytist þó sem ekki mikið, það verður meira skýja þó hjá okkur þegar framlega stundir en síðan fer að herða vind og þykna verulega upp frá þessari lægð seinnipartinn á morgun og hér þá staðan klukkan 15. Við sjáum að hitinn nú svona víð á bilinu 10 til 15 stig hér sunnan til á landinu en svona heilt yfir á norðanverðu landinu þá verða flesta hitatölur undir 10 stigum. Og þegar hér komum við sögu þá getum við verið að fá smá úrkomu svona víða land en þá í mesta magninu þó norðvestan til á landinu og ef við horfum síðan á þróuna til kvölds þá sjáum við hvernig þéttast þrýstilínur það bætir í vindin og verður allt hvasst eða hvasst úti fyrir norðurströndinni og töluverð úrkoma á köflum og verður nú úrkoma víða á vesturhelmingi landsins þegar komið fram á mánudag en hún verður væntanlega í mestu magni þá á norðvesturhorni landsins. Klukkan 15 á mánudag verður þá staðan og þessa leið ekki mikla breytingar á hitatölum og svona heilt yfir bara til þess að gera leiðilegu sumardagur veðurlega séð en batnandi ástand þeirra austan dregur á landinu og ætti nú að sjást eitthvað til sólar á Austurlandi á mánudaginn og geti vissulega verið gjóla með sólinni. En síðan kemur næsta lagðin inn í vindina strax á þriðjudaginn og þá ætlar þetta svona aðeins að snúast hjá okkur. Við fáum suðlæga átt, verður víða þetta 8 til 13 metrar á sekúndu og það mun rigna sunnan og vestanlands og mun væntanlega rigna töluvert hér síðdegis á suðvesturhorninu. Síðan aðeins svona að draga úr og þetta verðist alltaf halda áfram fram á miðvikudag. Við sáum ekki mikla breytingar á þessu korti og úrkoma sem að þekja stóra hluta landsins þó vissulega verður nú lítið úr þessar úrkomu á norðausturhorninu en blautur dagur í öðrum landshlutum. Hvað varðar stöðuna í Evrópu og þá hafa verið skúraleiðingar í Finnlandi að undanförnu og sjáum að það hér í Eystrasaltslöndunum og að teygja sig inn til Rússlands. 29. hiti í Þrándheimi, það segir spá norsku veðurstofunnar á morgun. En ef við lítum hér til suðurs þá sjáum við að í mið-Evrópu eru skúraleiðingar nokkuð víða og þrumuveður víða ferð til að mynda í Alpalöndunum. En hiti vel yfir 30 stigum hér á Ítalíu og sums staðar á Balkanskaganum og það var einnig við Íberíuskagann. Það segja Spán og Portugal en skúraleiðingar í Frakklandi. Á Kanaríeyjum ætlar hiti að verða 30 stig á morgun og sólríkt á öllum eyjunum og endur síðan yfirferðina þá í Norður-Ameríku og þetta svona dálítið líkt ástand og í Evrópu, skúraflekkir nánast alla Norður-Ameríku þá sérstaklega í Bandaríkjunum og hiti í kringu 30 stigin svona að mestu leyti. En séu þetta gott að vera í dag, verið sæl.